til þess að geta komið í veg fyrir krabbamein og fundið orsakir krabbameina og fundið meðferð við krabbameinum, þá verðum við að rannsaka mikið og skilja mjög flókna hluti reyndar. Já, ég heiti Laufey Tryggvadóttir og ég líffræðingur og faraldsfræðingur og ég stýri rannsókna- og skráningarsetri Krabbameinsfélags Íslands. Já, hjá rannsókna- og skráningarsetrinu eru stundaðar vísindarannsóknir, faraldsfræðilegar rannsóknir á orsökum og útbreiðslu krabbameina, á horfum krabbameinssjúklinga og á gæðum meðferðar og fleiri. Og þarna líka rekin hin merka krabbameinsskrá og hún var sett á laggirnar af Krabbameinsfélaginu og það var eitt af því fyrsta sem var mikill áhugi á strax að gera af því að það var náttúrulega ljóst að til þess að vinna sigur á óvininum þá þarf náttúrulega fyrst að þekkja hann vel. Já, sko Krabbameinsfélag hefur komið að mörgum rannsóknum á Íslandi og tilvist krabbameinsskrárinnar hefur auðveldað mjög rannsóknar á krabbameinum á Íslandi og það ekki bara vísindamenn hjá Krabbameinsfélaginu sem hafa notað hana heldur hjá Landspítalanum, Íslenskri erfðagreiningu og margir aðrir. Hún grunnur allra faraldsfræðilegra rannsókna og þessi grunnar áttu sinn þátt í því að Ísland var með í hópnum sem að fann BRCA2 genið á sínu tíma sem var náttúrulega mjög stórt skref í sögu krabbameinsrannsókna. BRCA2 genið eða BRCA2 genið kóðar fyrir próteini, risastóru próteini sem ver okkur gegn krabbameinum, sérstaklega brjóstakrabbameini, bæði konur og karla. En það líka mikilvægt að skilja ennþá betur og það margt sem við vitum núna sem við vissum ekki þegar þetta gen fannst. En við vitum samt ekki nógu mikið og þetta eitt af því sem þarf að rannsaka betur. Af því þegar við skiljum ennþá betur hvernig svona prótein getur varið okkur gegn krabbameinu þá líklegt að við eigum auðveldara með að komast betur að orsökum og eðli krabbameina og það mun hjálpa okkur í sambandi við meðferð og annað. Það vissum.